Já, ég þekkt Björn stuttu skemmur heldur en Birgi, sko. En ég kynntist honum 16. ágúst 1980 og það var þá sem tvíburarnir kom í heiminn. Þá voru þeir sætir og mér þótti mjög gaman að þeim. Síðan stækkuðu þeir og fengust meiri sjálfstæði en venjulega og skoðanir og endalausan kraft og þrek og þetta endalaust verið að atast og svo eru þeir svo helvíti sætir. Ég meina, hversu sætur ertu og notaði þeir í Kodak-auglýsingar í 20 ár eða þá fyrir bæði Hans Pettersson og Kodak var auglýsingar. Svo var líka oft erfitt að sjá framan í þá vegna þess að þeir voru með sundskýlur á hausnum. Þetta er svar við spurningunni. Því að það var einmitt Spiderman-búningurinn, sko, 1985. Því að Spiderman var alveg kúl þá og hann er í dag, en bara ekki til Spiderman-búningar. En hann endalausa kraft notuðu þeir til þess að elta mig út allt hverfi. Ég var 11 ára guttur, hann var hipp og kúl og bara, þetta bræðið þínir sem er brókin á hausnum? Afsökunna hundurinn á heimadæmi mín. Ég mætti í skólann og sagði bræður mínir áttu heimadæmi og ég laug engu. Ég gæti svo sem sagt endalausar sögur af einhverju svona vitleysis uppátækjum, sko, en ég er sem að bara geyma það aðeins, sko, en jú, kannski tvær. Kannski eins og þegar lögreglan hringdi mömmu og bað að hafa hemil á drengjónum sínum þar sem þau dönsuðu allsberrir í herbergisglugganum sínum og trufluðu umferðina. Eða þegar lögreglan mætti til þess að gera leikvangabyssurnar þeirra upptakar sátu á bakinu og miðla á umferðina. Ég veit ekki alveg hvað það var með þá umferðina. En svona aðbyrni, kannski. Við sem þekkjum Björn vitum, sko, svona nokkurn veginn ýmsa hluti hann, sko. Hann er ákveðinn og einbeittur og skipulagður og agaður og með mikinn metnað. Og hann fer alltaf alla leið með allt sem hann gerir. Og hann sér fyrir sér hvert hann er að fara og brýtur það upp í lítil skref, gerir flókna hluti einfalda, billjónfalt heljarstökk með 18-faldri skrúfu, pækað og lenda það, ótrúlega einfalt, af því að hann brýtur það upp og gerir það ótrúlega næs og skemmtilegt. En þetta getur hann gerir flókna hluti einfalda og skýrt dæmi það hvernig hann fer að þessu einmitt þessi Evrópumeistaratitil sem búið að tala 100 sinnum í kvöld og það er alveg bara þess virði að tala 100 sinnum og 100 sinnum í viðbót og klöppum endilega fyrir því. Litla fyrirtækið okkar, þar sem við ætluðum svona fyrst aðeins að prófa kannski að hjálpa nokkrum tölvunarfræðinemum að ná prófunum af því að náttúrulega var búinn að hjálpa honum að ná prófunum í ansi mörg ár og svo hætti hann að hjálpa honum að ná prófunum og ég fór í háskólanum og ég var með honum í tölvunarfræði og hann fór að hjálpa mér að ná prófunum líka. En það litla fyrirtækið okkar breyttist mjög hratt og á fyrstu 2 árunum tókum við á móti 1000 nemendum sem við hjálpuðum að ná prófunum. Og þetta er bara svona dæmi það sem hann er að gera. Eða maraþonhljópið sem hann hlaup daginn bara því að hann vissi að hann gata. Það er eitthvað sem að laugardagur, fallegt veður, skokka. Hey, maraþon! En í hjónabandi er ekki allt niður, er ekki nóg að hafa allt niðurnjörvað, besta, excelað og skipulagt svona eins og verkfræðingurinn sem að Björn er líka, sko. En þá er hann einmitt heppilegt, sko, hann er líka skemmtilegur, einlægur, innilegur og ævintýragjörn og alltaf til í að gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og hann kann líka þá list sem það er fáir sem að kunna, hann kann þá list að vera hann sjálfur, vera ekki neitt annar. Stundum er hann alltaf vinnubjörn og fimmleikabjörn, en hann kann líka vera bara Björn. Og það er sambland allra þessara kosta, einlægninnar, hvað hann er skemmtilegur, hvað hann er skipulagður sem gera það að verkum að ég veit að nú á Hrefna góðan eigin og ég veit
að Hákon og Sigga Ragna hafa eignast góðan tengdason. Og betri bróður ekki hægt að hugsa sér. Þetta kannski þess að hjálpa okkur. En ég man svo sem alltaf eftir því þegar ég sá og tók eftir Hrefnu fyrst, ég hafði alltaf séð hann örugglega svona 800 milljón sinnum mér í Ármanni. En þá var hann bara ein af 17.000 fimmleikastelpum litlum sem voru með taglu og voru að gera eitthvað ræfingar. En þetta var einhverjum gleðskap sem var ákveðum kvöldi, þetta líka svarið spurningu hérna hjá okkur, ég ætla ekki að segja eitthvað. Og þá sýndist við nú vera svolítið skotin í honum. En það var einmitt þá og það sem gerðist þar á undan sem gerði það verkum að hún sigraði hjarta hans og sannaði að hún líka ákveðin, einbeitt, skipulögð, öguð og með mikið metnað. Og það hefur fært mér mikla gleði að fylgjast með sambandið þeirra Björns og Hrefnu dafna og sjá ástina sem skín úr augum þeirra bara í hvert einasta skipti sem þau eru saman. Fylgjast með þeim, ná árangri saman í hlutum sem þau hafa bæði berjast af ástríðu fyrir og sjá hvernig þau ná hverju markmiði sem þau setja sér. Ég viss að þau eftir að halda áfram á þessari braut kannski breytist hvar þau gera það eða hvað þau að gera eða viðfangsefnin eða hvað, en við eigum eftir að sjá frá þessu fallega fólki meiri afrek, meiri hamingju og meiri ást. Og elsku Björn og Hrefna, megi gæfan og hamingjan brosa við ykkur alla framtíð og ég vil að þið rísi öllu fætum og skáli fyrir þeim. Skál fyrir brúðhjónunum. En nú megið þið öll setjast, aftur, bara einn setjast. En mig langar að biðja Hákon og Siggu Rögnu og pappa og mömmu að standa upp. Og nú vil ég að þið hérna öll skálið fyrst fyrir þeim og klappið svo fyrir þessu fólki sem bjóð til þetta fallega fólk fyrir okkur heim. Skál fyrir þeim. Glösunum okkar, þannig ef við getum fengið senda 3 bjóra hingað, það er mjög gott. Það er ein eftir, minnst kosti. Nú búið að vera sagt mörg falleg orð Björn og Hrefnu og allt gott með það. En ég er eini maðurinn hérna inni sem er litli bróðir hans Björns. Já, hann er heiðarlegur, myndalegur og góður. Ég man einna helst eftir hvað hann var harðhentur. Og en svo sagt bera sér á bakinu og bróður eigi. Ég kannast ekki við þetta. Ég er þakinn í bræðrum. Ég losna ekki við þá. Þeir eru einn ástæður. Og kannski einna helst ástæðan fyrir því ég er stúdent í dag. En ég var svona að hugsa, það var svona skrítið að vera yngstur. Örverpið, ég hefði eiginlega þurft að berja frá mér og að láta aðeins finna fyrir mér og svona svara fyrir allt sem þeir hafa gert mér. En athugið ég sagði ég hefði, ég fór bara til mömmu að grenja. En ég svaraði nú nokkru sinnum fyrir mig og klósetthurðin niður á bari. Ef þið farið til mömmu þá finnið þið svona lítið gap á hurðinni. Það var eitt skipti ég elti Birgi og Björn þangað niður og opnaði regnhlíf. Þeir fóru inn og ég náttúrulega bara gataði hurðina. Það er mann ennþá þau vilji.
svo ég segi, ég yngstur og ég þróaði með mér svona hálfgerðan örverpasyndróm sem er búið að elta mig. Það er svona ef einhver reisir hönd í kringum mig þá. Það er til þess að forðast. En Björn er nú ekki afslæmur, hann átti það stundum til að vera góð við mig og stundum vorum að horfa á bíó og klappaði mér svona baki og strauk mér svona, jæja. En þá kikkaði örverpasyndróm og ég held að hann var alltaf að klína hóri í baki á hann. Það var alveg handviss það. En já, eins og ég sagði, ég var örugglega ekki stúdent á þeirra og þeir hjálpuðu mér gegnum mjög mikið bræður mínir og sérstaklega Björn. Og ég skoraði alltaf mjög vel öllum verkefnum og ritgerðum, allt sem ég þurfti að skila. Það var alveg mynd að kenna, það verðst að ég gæti ekki senda henni prófin fyrir mig líka. Það hefði verið mjög gott. En það var einu sinni, takk kærlega fyrir þetta. Það var einu sinni að ég bað Björn að hjálpa mér að læra undir stærðfræðipróf. Og það var eitthvað jöfnur og hvað hann var. Og Björn kunni þetta alveg upp á hár og ég gat enga veginn munað þetta og Björn hefur örugglega þurft að telja upp á 10 svona nokkru sinnum sko. Já, æðin æðin var mætt. Það var alveg gott að hætta þessu, þannig ég sagði já, þetta er allt til, ég man þetta alveg allt. Og viku seinna þá spyr Björn mig, jæja, hvernig gekk í prófinu? Og taka fram þetta hæðsta einhver sem ég fengi á stærðfræðiprófi og ég svindlaði og ég fekk 7. Svo ég varst bara nokkuð gott. En þá svona hefur Björn hugsað til þessa kvölds og já, það er ekki 9. Eins og hann hefur örugglega stemt af. Og ég var nú þóttist verið nokkuð sármóðgaður hæðsta einhver sem ég fekk og eitthvað En þá svona seinna meir þá áttuðum á því að svona er bara Björn. Hann stefnir ekkert að nefnum 7. Stefnir bara 9 og ekki 10. Hann hefur kannski verið eitthvað hálffúll út í mig með þetta. Einu kvöldi með mér. En og þetta hefur bara einkennt árangur þeirra í fimleikunum. Hvað hann leggur mikið upp á hlutunum og hættir ekkert fyrir þessu náð. Og sjá. Þeir skrifa alltaf yfir með punkta. Ég veit nú ekki að hvort ég segja ljóst um ykkur upp, en nei, fyrirgefðu, ég gleymdi einu. Þegar ég var lítill, eins og Birgir var að segja, þeir klæddu sig eins, þá hvernig þeir voru fermdust. Ég fekk alltaf 2 sett á hendina. Flíkin ekki til, segjum bara gallabuxur, þá fór ég til grunn og eyðilagði þær. Það gerði ekki til, það var þetta annað sett. Og ég fór nú að rífast í jónkunarinn áðan. Ég vildi meina að þegar ég Spiderman hefði verið nærbuxur. Það er bara örugglega því ég var yngstur, ég fekk ekki sundskýlu. Það er bara nærbuxunar alltaf, það er allt í lagi. Alltaf í fimleikunum og Björn hefur lausan tíma á þriðjudögum. Þá getur maður hitt Björn. Og ég veit ekki hvort þið uppljóstar einhver en það eru búin að tala um að fara erlendis í nám. Það breytir engu fyrir okkur, við hittum hann aldrei hvort þið er. Þannig getur alveg farið, við hittum hann bara á Skype. Það gerast örugglega ofta að við hittum á hann. En nú hefum við búið að segja fullt um Björn. Það var bara að tala um hann Hrefnu. Hrefna er örugglega eins og yndislegasta manneskja sem ég hef hitt og hún hættir ekki að brosa. Það er mörguna sem eru óþolandi. Maður er kannski að segja Hrefnu frá einhverjum slæmum atviki, slæmum degi og hún brosir bara fram henni. Og pólótrusla þeirra og hún bílaði einu sinni 4 sinnum í einu mánuði og reikningur voru komin upp í eitthvað. Og Hrefna bara, ég get sagt ykkur það, ég er alveg að vera vitlaus. Alveg að vera vitlaus. Það er eina vísbending sem hefur Hrefna að segja
gerir kannski svona í leiðinni, sko. Svo Hrefna náttúrulega, já, ég var bara lítil og sæt og pen og svona, falleg og hérna, en ég held að Björn hafi leitaðist til hennar út af kraftsins í höndunum hennar. Hún er náttúrulega sjúkraþjálfari. Ég hef farið til þess að til hennar út af öxlinn á mér. Og ég hef ekki grátið svona mikið í langan tíma. Þetta er ótrúlegt hvað hún getur hérna látið maður finna mikið fyrir sársauka og látið til að gráta bara og ég trúi þess ekki. En hérna, já. Nei. En hérna, þið eru frábærar og við elskum ykkur. Þið eru best og hérna, þegar ég fengi í glasið mitt, þá ætlum við ekki, nú ætlum við náttúrulega að skála fyrir þeim og ætlum ekki að gera ferfalt húrra, heldur sexfalt húrra.